Vindorka er þegar við virkjum vindinn í að búa til rafmagn. Þetta gerum við með því að vera með vindmyllur og vindmyllur virka best þar sem stöðugur og jafn vindur. Það ekki þannig að vindmyllur séu alltaf settar upp þar sem mestur vindur. Til dæmis mestur vindur yfirleitt svona mestu kviðurnar meðfram fjöllum. Það myndi bara eyðileggja vindmyllunar. Því að það þarf líka að vera alltaf vindur eða því sem næst. Því að vindmyllan þarf að snúast. Þannig að vindmyllan vill hafa stöðugan vind en samt sæmilega sterkan. Og vindmyllur yfirleitt í þokkalegri hæð því að þar jafnari vindur heldur en niður við jörðina. Það sem gerist, það sem að gerast hérna inni að hérna eru blöðin á vindmyllunni og raksöll sem liggur hérna inni í hús. Þar inni rafall sem að snýr svona járnflækju inn í segulsviði. Segulsviði myndar ákveðið viðnám og af því það snúið á móti því að þá verður til rafmagn. Og eftir því sem að það sterkari og svona þéttari vindur, þá þetta að keyra viðnámið, hafa meira viðnám og þá verður til meira rafmagn. Þetta raun það sama og gert í vatnsaflsorkuveri eða virkar eins nema þar notum við vatn til þess að snúa þessu en í vindmyllu það vindurinn. Vindur dæmi endurnýjanlega orku, þar að segja orku sem að klárast ekki þó við nýtum hana. Það engin áhrif á vindinn hvort við setjum vindmyllu eða ekki.